búin að vera í þessu já, það vita allir að þú ert búin að vera í þessu gítarnámi og það allir mjög spenntir sko, að heyra eitthvað og þegar honum eru settir þessir úrslitakostir, í annarkvort það bara tónleikar eða hjónabandið fer það er löngu áður en þau eru gift. Já, hugsaður. Hann fer aftur í skólan þar sem að hann hafði svarið þess að hann myndi aldrei stíga fæti í þennan skóla aftur vegna þess að hann var búinn að vera þarna í mörg ár og fékk engar einingar fyrir það hann kennararnir vildi ekki tala við hann og þannig að hann talaði við formann nemendafélagsins sem á þeim tíma var maður sem átti eftir að ná lengra, átti eftir að hafa mikil áhrif á þessa hljómsveit og sá maður hét William Clinton og átti seinna eftir að verða forseti Bandaríkjanna. Ertu að tala sjálfan Bill Clinton? Já. William Jefferson Clinton? Jú, mikið rétt. Já. Og hann var formaður nemendafélagsins og Roger bara bankaði upp á hjá honum og segir við hann ég hef ákveðið að verða við kröfum skólafélaga minna ég ætla að halda tónleika vil fá að halda tónleika í skólanum og Bill spyr hann áttu gítar og hann segir já ég er búinn að kaupa mér gítar og fram að því var hann með lánsgítar sem hann fekk bara hluti af náminu sem hann fekk bara með en nú er ég búinn að kaupa mér gítar sem ég ætla að nota á þessum tónleikum. Ég ætla að halda tónleika í skólanum, segir hann. Og Bill segir vissir þú að ég er sjálfur búinn að vera í námi? Já. Ég er búinn að vera að æfa mig á saxofón. Já, einmitt. Nei, segir hann, þetta vissi ég ekki. Og þannig að það verður úr að þeir ákveða að spila saman. Já. Auðvitað var skólinn mest spenntur fyrir Roger en Bill ætlar að spila með honum. Jaha. Og þetta er auglýst og þeir prentaði þetta plaggött og þau eru hengt þarna upp skólan og á skólalóðinni og þarna í þessum smá bæ í Illinois. Já. Og tónleikarnir eru haldnir og það skiptir engum togum að tónleikahöll skólans er troðin, algjörlega troðin. Og þetta eru, má segja, þetta séu fyrstu tónleikar Tótó vegna þess að margir spurja segja því, hvað merkir nafn hljómsveitarinnar Tótó? Já. Og hljómsveitin átti upprunalega að heita Thomas í höfuðið á föður Roger. Já, og hann ætlaði að spila hann og Bill ætlaði að spila undir nafninu Thomas en eitthvað misfórst plakataframleiðslan og það var bara hvort að blek kláraðist eða eitthvað svoleiðis en nafni Thomas prentaðist aldrei heldur prentaðist bara Tó og svo dofnaði það svona út og þeir voru búin að láta prenta einhver 2000 plaggött þannig það var ekkert aftur snúið og þeir Bill segir við hann á hverju ekki að skýra hljómsveitina Tó bara við erum tveir og bara Tó nei, segir Roger, það gengur ekki og það er rosalega skemmtilegt viðtal sem að Rolling Stone tók við Roger í júníheftinu 1993 þar sem hann er að segja frá tilurð nafnsins og þetta var það stórt mál í tónlistarheiminum að þetta jafnvel náði á forsíðu Rolling Stone þá endurprentuðu þeir forsíðan á Rolling Stone var endurprentun á þessu plakati það sem er Thomas skrifað og bara svona feitar út á þessum tíma þó ekki, eða hvað? Já, nei seinna en hann fer aftur með plakkutin í prentunina hann segir þetta er galli og þeir viðurkenna það alveg þannig í prentsmiðjunni og segja já, en það er bara ekkert sem við getum gert því að við erum ekki með meiri pappír og hann segir já, ok, þá verður við bara endurprenta á þennan pappír aftur
og ég vil að sé endurprentað Thomas, sem sagt bara yfir tvo. Og já, allt í lagi, og hann, sem sagt, þeir fallast á það, hann nær í þessi 2000 plaköt, kemur með þau aftur, leggur þau á borð hjá þeim, og það endurprentað. Og það merkilega gerist, blekið klárast aftur, eftir tvo. Já. Það bara eins og hönd Guðs hafi stýrt í. Þannig að, það stendur á plakatinu, tvo. En svo stóð, allir stafir, þeir komu á plakatið, þannig að fólk skildi ekki almennilega hvenar tónleikarnir átt að vera, vegna þess að þetta var allt hvert yfir annað. Já, Og, en samt var tónleikahöllin uppfull. Já. Og hljómsveitin Tótó hafði haldið sín. Þetta var í marsmánuði 1973. Já. Og það engum blöðum það að fletta, og þarf ekkert að leyna því að Hendrik Jiggins, gamli jazzarinn og útgefandinn, sem var margir kannast við, sem gaf nú út ekki ófrægari tónlistamenn en Woody Guthrie og Screaming Jay Hawkins og Jimi Hendrix og fleiri góða kalla úr þessari New Orleans sveiflu. Hann staddur á þessum tónleikum. Og Hendrik Jiggins er þekktur fyrir eitt, hann þekkir talent, og hann sá strax að Roger hafði talent. Hann talar við hann eftir tónleikan og hann segir, hvernig lítist þér á að gefa út plötu? Já. Og Roger segir, býtu, ég er alls ekki komin svo langt að ég sé tilbúin að hugsa það. Og Hendrik segir, bendur hún og segir við hann, ég hlusta á hvert einasta lag hérna, hvert einasta þessum lögum á þessum tónleikum átti heima á plötu. Og ég er með plötuútgáfu, ég er að leita að tónlistamönnum sem eru til í að gefa út plötur hjá mér, og ég vil hafa marga tónlistamenn vegna þess að ég vil hafa stórt fyrirtæki, segir hann.